Fjölbreytt og framsækin flóra sprotafyrirtækja hefur vaxið upp á Íslandi á undanförnum árum og við hjá stjórnanda höfum stöðugt verið að sækja fram á okkar sérsviðum með bæði nýjar afurðir og fjölþætt samstarf við erlend fyrirtæki og stofnanir. Það hefur verið mikill vöxtur í íslenskum heilbrigðisiðnaði undanfarin ár og Acta hefur stöðugt verið að auka við starfsemi sína bæði hérlendis og erlendu vettvangi. GoGogic eins og önnur íslensk leikjafyrirtæki hafa verið að drita út tölvuleikjum á alþjóðamarkað og það hefur gengið gríðarlega vel og þeim hefur verið vel tekið. Atvinnvega hefur náð að vaxa og dafna og rekur nú öfluga starfsemi á öllum Norðurlöndum og hefur náð að tryggja sig í sessi sem eitt af 10 stærstu upplýsingatæknifyrirtækjum Norðurlanda. Ensímtækni farið að bera ríkulegan ávöxt vegna alþjóðlegrar markaðssetningar á lækningavörum og snyrtivörum sem að byggja algjörlega á líftækniþekkingu og þar náttúrulega varan okkar cold sign í fararbroddi en það náttúrulega margar aðra vörur sem hafa komið á markaðinn á þessu tímabili. Nú ég myndi segja kannski að tilkoma allra þessara afurða á markað hefur aukið verulega skilning á mikilvægi líftækni fyrir íslenskt atvinnulíf. Já, það náttúrulega tvímælalaust að við settum upp þannig 2013-2014 okkar skrifstofur, söluskrifstofur og þjónustuskrifstofur í Shanghai og Singapúr og Norður-Evrópu og erum með öfluga skrifstofu núna í Kaupmannahöfn og gríðarlega öfluga starfsemi í Shanghai þar sem við erum bæði með framleiðslu og þjónustu og sölu og Asía er okkar stærsti markaður í dag og þar erum við að sækja vel fram og erum algjörlega leiðandi í okkar tækni. Ég held að það sé tvímælalaust svo gríðarlegi vöxtur sem orðið hjá okkur í gagnaveriðnaðinum og það hér á Íslandi séu núna starfandi þetta 12 gagnaver notandi upp undir 1 terawattstund af rafmagni er náttúrulega alveg nýtt í íslenskum veruleika og hefur fært Ísland algjörlega inn á korti sem eina af áhugaverðustu staðsetningum fyrir gagnaver og tölvuský í heiminum. We have produced a volume of renewable methanol or Volcanol at the level equivalent to 50% of the import of gasoline into Iceland or 200 million liters per year. Nú ein af forsendunum eru umhverfið eins og endurgreiðsla rannsóknar og þróunarkostnaðar og skattaívilnun vegna hlutabréfakaupa hefur reynst okkur afar vel og starfsmönnum líka og þess utan þá tökum við virkan þátt í margþættu, innlendu og erlendu klasasamstarfi á okkar sérsviði. Það er öflugt þróunarstarf og aðgengi að góðu starfsfólki og hagstætt einkaleyfa umhverfi. Svo er einnig mikilvægt að hafa gott skatta- og starfsskilyrði. Það hefur gert fyrirtækinu kleift að sækja hingað verkefni sem að þjóna fyrirtækinu í heild sinni á alþjóðavísu sem ella hefur verið unnin annars staðar. Það sem hefur skipt okkur mest máli og önnur fyrirtæki þessari grein eru endurgreiðslur rannsóknar og þróunarkostnaðar ásamt því að starfsskilyrði hafa lagast hér bæði fyrir erlenda sérfræðinga sem við getum sótt hingað og fengið í vinnu og eins fyrir innlenda starfsmenn sem við getum boðið þátttöku í eigin fyrirtækinu í gegnum hlutabréfakaup og annað og löggjöf hefur lagast mikið í kringum. Að samkeppnisumhverfið sé í engum tilfellum lakara heldur en gerist best í Evrópu. Hér eru ekki gjaldeyrishöft, við keppum á jafnræðisgrundvelli og menntun og öflug uppbygging menntastarfsemi í landinu hefur tryggt okkur aðgang á nægu vinnuafli. Já, forsendurnar eru náttúrulega aðgangur að velmenntuðu starfsfólki og samstarf rannsóknir, til dæmis við Raunvísindastofnun Háskólans. Nú, það er líka góður stuðningur og sjálfsögðu frá rannsókna- og tæknisjóðum og efling tækniþróunarsjóðs og tilkomu markaðsstyrkja skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli. En samstarf og samhengi við alþjóðleg líftæknifyrirtæki og markaðsfyrirtæki eru lykillinn að alþjóðlegri markaðssetningu á þessum afurðum, allavega eins og málin standa í dag. En náttúrulega
það sem gerðist 2013 var að menn lyftu þakinu, lífeyrissjóðarnir fengu leyfi til að fjárfesta alltaf 25% í óskráðum bréfum sem var til þess að losa mikið fjármagn sem fór inn í óskráð fyrirtæki og Marorka fjármagnaði sig á miðju árið 2013 með slíku fé. Það var líka stofnaður grænn sjóður og sem studdi við græn fyrirtæki og allt þetta til samans var til þess að Marorka gat fjármagnað sóknina og undirbúninginn á erlenda markaði. Það sem skiptir kannski mestu máli fyrir félagar eins og okkur og fyrir þennan iðnað heilt yfir á Íslandi er náttúrulega eiga sem öflugastar tengingar og samstarf við útlönd. Þeir sæstrengir sem að hingað liggja og viðskiptasamband erlendis, það að geta starfað erlendis á jöfnum grundvelli í alvöru gjaldmiðli og svo framvegis, það er það sem að skipta okkur mestu máli. 3 key success factors. The financial conditions and policy were conducive to direct foreign investment, attracting well-trained workers, and the active support of the government and the stakeholders in the industry.